komið í sæl. Í dag fór lægðardrag vestur yfir land og því fylgdi talsvert þrumuveður á norðvesturhluta landsins en austanvert landið hefur verið nokkuð bjart veður víðast hvar í dag. Og núna seinnipartinn þá var lægðardragi komið hér nokkuð langt vestur af landinu, lægð fyrir sunnan Grænland og önnur hér langt suður í hafi og hæð milli Íslands og Norður-Noregs. Og þróunin hjá okkur sú að við verðum áfram í fremur rólegri, suðaustlægri eða breytilegri vindátt, víða nokkuð óstöðugt loft, sérstaklega vestanvert landið en yfirleitt þurrt austan til. Og við getum séð hér á hitasviðinu að það áfram tiltölulega hlýtt hjá okkur, sérstaklega norðan og austanvert landið og maður búast við að hitatölur þar gæti farið upp í 24-25 stig en allvíða á landinu reiknað með að verði 18 til 20 stiga hámarkshiti á morgun. Og hitinn í dag komst hæst í 27 stig á Grímsstöðum og Fjöllum og á Egilsstöðum en fór lægst niður í tæp 7 stig á Mánárbakka. Og hér tákna þessar eldingaveðrið við Hornafjörð í gærkvöldi og það var og yfir 450 eldingar norðvestan til í morgun og fram yfir hádegi. Og ef við skoðum hér úrkomu, vind og skýjahulu í kvöld og fram á morgundaginn, þá verður einhverjir skúrir hér af og til inn til landsins í nótt, en á morgun búist við að verði víða skúraleiðingar, einkum vestan og sunnan til, og jafnvel talsverða dembur á köflum, en hér norðaustanlands reiknað með að verði yfirleitt þurrt og bjart. Og miðjan dag á morgun verður staðan á þessa leið fremur róleg austlæg eða breytileg átt, skýja með köflum hér sunnanvert landið og stöku skúrir inn til landsins, en yfirleitt bjart veður austan til á landinu og hlýjast þar, en á norðvesturhluta landsins útlit fyrir að verði víða rigning með köflum eða skúrir og jafnvel talsverða dembur á köflum. Og svo fram til, ef við skoðum hér hvernig gosmóða og gas dreifist frá eldstöðinni á Reykjanesi, þá fer hún undan vindi, þannig að það má reikna með henni í norðvesturátt frá Reykjanesi. Víða á Reykjanesi má gera ráð fyrir hennar verði vart einnig á Snæfellsnesi og jafnvel Vestfjörðum. Og svo skulum við skoða hvernig vindur og úrkoma breytist frá því annað kvöld og næsta sólarhringinn þar á eftir. Áfram nokkuð bjart veður hér austanvert landið lengst af. Einnig verður úrkomi lítið fyrri hluta dags á föstudaginn en svo verður vaxandi úrkoma hér suðaustanvert landið seinnipartinn og föstudagskvöldið. Og hádegi á föstudag reiknað með að verði austlæg eða breytileg átt hjá okkur, yfirleitt þurrt og bjart á norðan- og austanverðurlandinu en farið að þykkna upp hér suðaustan til, skýja með köflum vestan til og þar gætu verið stöku skúrir og það áfram tiltölulega hlýtt hjá okkur. Og á laugardag reiknað með að verði skýja með köflum og einhverjir skúrir víðast hvar en skýjað að mestu leyti vestast á landinu og yfirleitt þurrt og bjart hér allra austast og hitinn svona frá 11 og upp í 20 stig. Og á sunnudag reiknað með að það verði áfram breytileg átt hjá okkur og stöku skúrir en þó heldur minni úrkoma en á laugardaginn. Og ef við skoðum hér hvernig í öðrum löndum Evrópu, þá reiknað með að verði og yfir 30 stiga hiti víða í Skandinavíu á morgun, þrumuveður í Þýskalandi og eins hér austan til í álfunni, en vestan til í álfunni reiknað með að verði mun bjartara og þurrara og hiti og yfir 40 stig allvíða á sunnanverðu Spáni. Og á Kanaríeyjum varað við hita á morgun, þar sem verður sólríkt og hiti og yfir 35 stig allvíða. Og í Norður-Ameríku útlit fyrir nokkuð óstöðugt loft hér með austurströndinni og víða skúrir eða eldingar, en við vesturströndina og vestan til í álfunni sólríkara og hlýrra. Og hjá okkur gert ráð fyrir því að það verði rigning með köflum eða skúrir vestanvert landið á morgun og jafnvel kröftuga dembur á köflum. Verið sæl.